Þá komið að 8. lið á dagskrá, það samstarfssáttmáli bæjarstjórnar Akureyrarbæjar og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þann 22. september síðastliðinn tilkynntum við í bæjarstjórn á blaðamannafundi í Hofi að við hefðum ákveðið að leggja niður meiri og minnihluta og starfa saman í nokkurs konar samstjórn til loka kjörtímabils. Send var út fréttatilkynning þar sem fram kom meðal annars, með leyfi forseta, að markmiðið væri að mynda breiða samstöðu vegna sérstakra aðstæðna í kjölfar heimsfaraldurs og í rekstri sveitarfélagsins. Ákvarðanir sem teknar verði munu hafa áhrif á rekstri til langs tíma og telji kjörnir fulltrúar farsælast á þessum tímapunkti að standa saman. Jafnframt segir í tilkynningunni með leyfi forseta: helsta ástæða þess að bæjarstjórn telur þetta raunhæfan kost að mikill samhljómur í grundvallarstefnumálum allra kjörinna fulltrúa við núverandi aðstæður. Þau að verja viðkvæmustu hópa samfélagsins, setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang, blása til sóknar á íbúa atvinnumarkaði og stefna á því að rekstur sveitarfélags verði sjálfbær innan 5 ára. Sú sviðsmynd sem blasir við í rekstri sveitarfélags áður óþekkt, að hluta til tímabundið ástand að ræða og kjörnir fulltrúar sammála að taka lán og nýta þannig hagstæða skuldastöðu bæjarins til þess að mæta dýpstu lægðinni. Þrátt fyrir lántöku óhjákvæmilegt að grípa til hagræðinga til þess að ná sameiginlegu markmiði sjálfbærni í rekstri. Tilvitnun lýkur. Heimsfaraldur COVID-19 hefur sett okkur í erfiða stöðu sem þarf að takast á við. Strax í upphafi faraldursins tókum við bæjarfulltrúar höndum saman, fundum reglulega, fórum yfir stöðuna og tókum sameiginlegar ákvarðanir. Nú stöndum við frammi fyrir efnahagslegum afleiðingum faraldursins, tekjufalli og auknum launakostnaði og verðum að hugsa út fyrir boxið til að takast á við verkefni með farsælum hætti. Þetta síður en svo einfalt verkefni og einmitt þess vegna teljum við mikilvægt að ná breiðri samstöðu. Bæjarstjórn lagði fram samstarfssáttmála samhliða þessari breytingu þar sem fram komu helstu áherslumál og verkefni framundan. Ég ætla ekki að fjölyrða þær aðgerðir en tel mikilvægt að það komi fram að öll við sammála að verja grunnþjónustuna bæði við börn og viðkvæma hópa. Við gerðum líka með okkur samskiptasáttmála þar sem við leggjum línur í samskiptum okkar á milli. En þar lögð áhersla á og viðurkennt að traust og gagnkvæm virðing grundvöllur samstarfs okkar í bæjarstjórn og áhersla lögð á að við eigum í hreinskiptum samskiptum sannfæringu okkar. Það sem einna mikilvægast í þessum samskiptasáttmála að mínu mati að við ákvarðanatöku þá greiðum við atkvæði í samræmi við sannfæringu okkar, hvert og eitt. Og það mikilvægt, því að í umræðunni hefur aðeins borið á því að fólk hafi áhyggjur af því að gagnrýnin umræða eða aðhald fari fyrir bí í samstarfi sem þessu. Svo auðvitað ekki. Hver og einn bæjarfulltrúi þarf eftir sem áður að rýna öll málefni til gagns og fylgja sannfæringu sinni. Hugmyndin samstarf allra flokka í bæjarstjórn Akureyrar síður en svo ný af nálinni. Það reyndar svo að það var ekki fyrr en árið 1970 að flokkar mynduðu formlega meiri hluta en unnu ekki saman á Akureyri. En frá því að ég tók fyrst sæti í bæjarstjórn árið 2010 hefur umræða að leggja niður meiri og minni hluta oft verið tekin og árið 2013 skoðum við nokkuð ítarlega hugmyndir slíkt samstarf og ræddum möguleikann á persónukjöri í framhaldinu og þá hvort að Akureyrarbær gæti orðið tilraunasveitarfélag í þeim efnum. Ég hef sjálf alltaf verið skotin í þessari hugmynd og tala fyrir mig. Á Norðurlöndum til að mynda alþekkt að starfandi séu minnihlutastjórnir og í mínum huga þetta fyrirkomulag mjög svipað. Við þurfum hér eftir að ná meirihluta í öllum málum sem við afgreiðum. Ef við berum það saman við það sem áður var, það að segja meiri og minnihluta, þá þurfti í raun bara meirihlutan að koma sér saman niðurstöðu, sem gat þá í reynd orðið til þess að minnihluti kjörinna fulltrúa réði. Í mínum huga því lýðræðislegra að starfa saman í samstjórn en að skipta okkur upp í lið. Með þessari nálgun skiptir hver kjörinn fulltrúi meira máli og þar með vilji allra íbúa samfélagsins. Það má síðan segja að í því árferði sem nú ríkir sé enn mikilvægara að allir kjörnir fulltrúar komi að ákvarðanatökunni. Þegar ljóst að við neyðumst hreinlega til þess að taka meiri lán en gengur að gerist og skuldsetja samfélagið til lengri tíma. Einmitt þá mikilvægt að við séum samstíga.
En eins og ég nefndi áðan þá er þessi hugmynd ekki alveg ný á nálinni og bar svo sannarlega á góma við síðustu kosningar og kom svo aftur til tals fyrir ári síðan. Og það er einmitt lykillinn að því að við tökum þetta skref núna að mínu mati. Það er að við höfum öll haft tíma til þess að melta hugmyndina. Við höfum margrætt hana og nú þegar jarðvegurinn er tilbúinn, þá höfum við kjark til þess að framkvæma hana. Ég er afskaplega ánægð og þakklát fyrir að fá tækifæri til þess að starfa með svo framsýnni bæjarstjórn og þá að taka þátt í þessari vegferð með ykkur. Ég held að við gerum okkur fulla grein fyrir að samstarf verður á köflum snúið og eflaust munum við þurfa að reisa úr ýmsum hnökrum. En það er líka í lagi. Við erum held ég ekkert hrædd við það að gera mistök á leiðinni og höfum reyndan nokkur, ég þar með talin, aðeins mistið okkur. En ég legg hins vegar á stað í þessa vegferð full bjartsýni að þessi leið sé svo rétta fyrir bæinn okkar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Halla Björk fór nú ágætlega yfir í raun og veru forsöguna og það sem að er svona í kringum þessa samstjórn okkar hérna á Akureyri. Hins vegar finnst mér kannski rétt að draga aðeins fram sjónarmið okkar í minnihlutanum varðandi þessa þætti. Þau eru náttúrulega falla mörgu leyti saman við það sem að nefnt var hér að framan, að það sé vænlegra til árangurs að við vinnum saman frekar en sundruð. Það náttúrulega hefur verið gagnrýnt af mörgum eða nokkrum að við séum ekki að sinna þeirri pólitík sem við eigum að vera að sinna. Það er að segja að veita meiri hluta aðhald að því að við fórum á minni hluta inn í svona samstjórn. Ég held að það sé á misskilningi byggt, það er byggt á þeim misskilningi að bæjarstjórn sé nú orðin eins konar saumaklúbbur. Þar sem að við sitjum bara og látum einhvern einn leið okkur áfram einhvern veg. Þetta er bara ekki þannig. Við erum náttúrulega áfram í pólitík, en hún er kannski dálítið öðruvísi heldur en þessi pólitík sem birtist til dæmis í fjölmiðlum af Alþingi og borgarstjórn Reykjavíkur, þar sem menn takast orðið á ótrúlegustu hluti sem koma bara hreinlega málefnum sveitarfélagana ekkert við. Við erum bara ekki á þeim stað. Við ætlum að vera málefnalega í því sem við erum að gera. Við ætlum að fylgja eftir sannfæringu okkar. Við ætlum að taka málefnalega afstöðu til þeirra hluta sem við þurfum að taka afstöðu til og þeir eru margir. Og þegar að bæjarfélag er statt á þeim stað sem Akureyrarbær er raun og veru staddur í dag, svona miðað við þær aðstæður sem hafa skapast í samfélaginu, þá er í raun og veru ekkert val fyrir okkur sem bæjarfulltrúa annað en að stíga fram og axla það ábyrgð sem fylgir því að taka skynsamlegar ákvarðanir sem oftast og helst alltaf. Og við erum ekki bara að fara að taka erfiðar ákvarðanir sem snúa að því að draga úr kostnaði sveitarfélagsins varðandi ýmsa þjónustu. Við tökum það fram í framtíðarsýninni í sáttmálanum okkar að við ætlum að byggja upp. Við ætlum að efla Akureyri sem bæ og hugsanlega sem borg líka. Við viljum að hérna séu framúrskarandi skólar, framúrskarandi þjónusta, við viljum fjölga atvinnutækifærum, við viljum fjölga fyrirtækjum og það munum við gera og þurfum að leggja mikla áherslu á að gera því að það er eitt að skera niður en það er líka annað að byggja hérna upp samfélag sem að fólk vill búa í, sem það nýtur þess að búa í og hefur ánægju af að búa í. Og þetta er samfélag sem að hefur mikil lífsgæði að leiðarljósi. Og það gerum við náttúrulega ekki öðruvísi en að byggja upp frekar en að skera niður. Og með auknum tekjum þá dregur þetta sjálfsögðu þörfina á því að taka til hendi hvað varðar niðurskurð ef að við getum talað um niðurskurð. En það sem við náttúrulega vilja leggja áherslu á er að straumlínulaga reksturinn þannig að við getum verið að veita sem besta þjónustu með heldur minni kostnaði en við gerum núna.
Og það til margar leiðir til þess, en það alveg nokkuð öruggt að þær leiðir verða sumar frekar erfiðar. Þær munu taka á og þær verða ekki vinsælar. Og það eins og máltækið segir, sameinaði stöndum vér, sundraði föllum vér. Og það mun að sjálfsögðu reyna á þetta í þessu pólitíska samhengi, en ég alveg sannfærður það að við munum saman komast í gegnum þetta og koma standandi niður í þessari vegferð. En það vakið athygli mína í öllu þessu að þetta vakti mikla athygli í fjölmiðlum og víðar að við værum að stíga þetta skref. En ég svona á tilfinningunni að þetta veki vissan ótta hjá mörgum sveitarstjórnarmanninu sem vill og alþingismannu sem vilja halda í þessa pólitísku sýn að við séum alltaf í 2 til 3 eða 4 liðum og svo eigi liðin að vera að berjast. Og það vekur athygli mína að Samband íslenskra sveitarfélaga, sem nú samnefnari okkar allra sveitarfélagana, hefur ekki minnst einu orði á þessa breytingu í bæjarstjórn Akureyrar á sínum vef. Og það þykir mér mjög undarlega afstaða og velti því fyrir mér af hverju svo En það svona kannski lýsir ákveðnu fálæti gagnvart því að við stígum þetta skref og ég held þetta fálæti sé tilkomið vegna ótta við það að menn standi frammi fyrir því að þurfa að stíga svona skref annar staðar. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka bæjarfulltrúi Höllu Björk fyrir ágæta innleiðingu inn í þetta mál sem sagði svona meira og minna allt það sem að mér finnst þetta mál. Ég vil koma hérna til þess að segja hvað ég fagna þessu mikið og líka til þess að hrósa í raun og veru fyrrverandi meirihluta fyrir bara þetta hugrekki að gefa frá sér í raun og veru völd eins og bæjarfulltrúi Halla fór hérna yfir í upphafi. Þá bara þetta svona ákveðin galli á lýðræðinu, getur maður sagt, þetta minna á meirihluta form sem við höfum unnið í, þannig að ég vil bara hrósa sérstaklega fyrir það því að ég veit það að þetta hefur auðvitað verið í umræðunni hjá okkur og þetta hefur líka komið í umræðu annars staðar, en það eina sem þarf til að láta þetta gerast að sá sem að hafa völdin sé tilbúin til þess að deila þeim. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að draga það fram og þakka fyrir það og svo sýnir þetta líka okkur hvað ótrúlega mikilvægt að velta upp hugmyndum, þar að segja hugmyndur sem kannski eru fáránlegar eða undarlegar þegar þeim velt upp í fyrsta skipti og en auðvitað með svona framþróun og svona breytingar að þá þarf þetta að gerjast inn í huga fólks og það einmitt eins og bæjarfulltrúi Halla Björk lýsti svo vel það sem hefur gerst hjá okkur og síðan þegar lag og kannski aukin þörf til þess að gera þetta, þá erum við tilbúin því að það eru allir búin að hugsa þetta og þannig að mér finnst það rosalega gott og ég vil líka bara koma inn á það sem bæjarfulltrúi Gunnar var að tala um að hér ekki neitt þöggunar eða meðvirknisbandalag að ræða og það bara algjörlega skýrt í okkar sáttmála sem við höfum gert, okkar samskiptasáttmála okkar milli, að það ekki neitt slíkt að ræða og heldur snýst þetta einmitt þetta form að mynda meirihluta hvert einstakt mál og þegar fólk hefur svona velti fyrir sér að því að það eru þetta fólk að velta alls konar hluti fyrir sér og hvernig þetta birtist síðan í næstu kosningum, hvernig fólk að vega og meðtóka gjörðir og þá auðvitað stöndum við bara hvert fyrir sig með því hvernig við greiddum atkvæði eða komum að umræðinni að öðru leyti. Þannig að mér finnst það bara í mínum huga mjög skýrt. En svo vil ég bara segja að ábyrgð okkar gríðarlega mikið að láta þetta ganga af því að ef þetta gengur ekki upp hér og nú í þessum hópi, þá held ég að verði mjög erfitt ef fyrir einhvern annan að ætla að reyna slíkt til saman. Þannig að við
berum gríðarlega mikla ábyrgð á því að gera okkar allra besta til þess að láta þetta ganga og sýna fram á þetta sé hægt, ef þetta hægt. Og ég vil líka bara aðeins koma inn á það að mér finnst þetta sem við erum að gera, sko, viðbragð við mikilli hættu sem að steðjar að bara samfélögum út allan heim sem uppgangur populisma og svona polariseringar, má segja, umræðu og pólitíkur. Og þess vegna skiptir þetta svona miklu máli, ekki bara fyrir íbúa Akureyrar að við séum samhent og öll með okkar hendur upp á dekki, má segja, að takast á við þau verkefni sem eru framöndan, heldur líka bara fyrir samfélag og pólitík allan heim, hvernig á að takast á við þessi vandamál sem að heiminu steðja, sem þessi öfgahyggja og populismi. Þannig að ég bara svo glöð og ánægð og stolt af því að vera þátttakandi í þessu. Ég vildi bara segja það. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir umræðum þessi mál og takk bæði bæjarfulltrúi Halla Björk, bæjarfulltrúi Gunnar og bæjarfulltrúi Sóley fyrir ykkar innlegg. Ég get tekið undir það bara allflest sveimir þá. Það er nefnilega dálítið vandræðalegt hvað við erum oft sammála á sama tíma og við tökumst ótrúlega mikið á. Ég er ekkert viss að fólk átti sig á því. Mig langar að nefna nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá vil ég nefna þann samskiptasáttmála sem að við gerðum í upphafi kjörtímabils. Fyrir mig sem að var að koma ný inn í pólitík undir þessum kringumstæðum, þá var það alveg einstaklega gott að fá að setjast niður í þessum hópi sem hér situr og ræða saman það hvernig við viljum eiga í samskiptum og hvernig við viljum ekki eiga í samskiptum. Og mér fannst það setja tóninn inn í það umhverfi sem ég var að koma og mér fannst það skipta alveg svakalega miklu máli. Ég man ekkert endilega nákvæmlega hvað stendur í honum núna því það var eiginlega meira ferlið við að gera samskiptasáttmálann og siðareglurnar sem skiptu mig að minnsta kosti máli heldur en nákvæmlega orðalagið sem varð á endanum til. Ég tel að þetta sé eitthvað sem ég vona að sem flestir nýti sér. En mig langar að fara í smá hugrenningu. Stærstu pólitísku ákvarðanir sem eru teknar þessar mundir tengjast viðbrögðum við heimsfaraldrinum. Hér á Íslandi hefur almenningur reglulega fengið upplýsingar frá sérfræðingum sem hafa með opinskáum hætti upplýst þjóðina staðreyndir, vangaveltur sínar og sagt óhikað að þau muni gera mistök og erfitt sé að vera fyrirfram hvað sé réttast að gera. Þetta tónu nú inn í eitthvað af þeirri umræðu sem við höfum átt einmitt hér. Sóttvarnalæknir segir opinberlega frá sínum ráðleggingum til ráðherra og ráðherra kynnir í framhaldinu sína ákvörðun. Í kjölfari fer fram ýmis umræða áhrif umræddra ráðstafana til dæmis á frelsi einstaklinga, stöðu fyrirtækja, rétt viðkvæmra hópa og svo framvegis. Niðurstaðan af þessari umræðu sú að við vitum og skiljum öll að málið er flókið. Í aðdraganda hins vegar flestra pólitískra ákvarðana þá er málið ekki háttað með þessum opinskáa hætti. Stjórnmálamenn fást til sín á lokaða fundi sérfræðinga, afla gagna, fá fram sjónarmið ólíkra hagsmunahópa og í kjölfari kynna þeir bæjarbúum nú eða þjóðinni sína ákvörðun. Það væri fróðlegt að vita hvernig okkur liði þessa dagana ef að venjulega leiðin í upplýsingagjöf hefði verið valin til almennings á þessum tíma heimsfaraldurs. Heilbrigðisráðherra hefði einfaldlega setið lokaða fundi með þríeykinu og öðrum sérfræðingum og birst síðan í viðtölum og tilkynnt almenningi ákvörðun sína. Þó svo það sé sannarlega ástæða til þess að haga upplýsingagjöf í tengslu við heimsfaraldur með þessum hætti þá flækjast hlutirnir í minnumálum. Staðreyndin sú að flestir hafa ekki tíma til að setja sig inn í öll pólitísk mál, kynna sér öll gögn, ólíka hliðar mála, áhrif þeirra og ólíka hópa og taka síðan upplýsta afstöðu. Þess vegna kýs fólk sér fulltrúa eins og okkur sem situr hérna í bæjarstjórn Akureyrar. Fulltrúa sem að kjósendur hafa trúað að við muni vinna að heilindum fyrir samfélagið og byggja ákvarðanir sínar á sambærilegum hugmyndafræðilegum grunni og við sjálf. Svo treystum við reyndar á fjölmiðla líka sem fjórða valdið til að hafa aðhald með þeim sem völdin hafa og treystum því að fá upp á yfirborðið allra mikilvægastu álitaefni. Eða hvað? Einhvern veginn er það upplifun ansi margra að leikurinn og leikritið í kringum stjórnmálun og umfjöllun stjórnmál þróist í einhvers konar samsuðu af orðaskylmingum, leiðigjörnu þrasi, brotakenndum upplýsingum, upphrópunum, einföldun og flóknum málum, óljósum málflutningi, grípandi en óupplýsandi fyrirsögnum í fréttum og umræðu á samfélagsmiðlum. Þessi ógirnilega blanda verður til þess að
útkoman virkar eins og eitt allsherjar kjaftæði sem fæstir hafa áhuga á og enn færri hafa áhuga að taka þátt í. Við vitum öll að það þarf að breyta ykkur. Við erum ekki alveg nákvæmlega viss hverju á að breyta eða hvernig það sé best að gera það. Og inn í þann vanda blandast auðvitað óstjórnlegur ótti við breytingar sem gerir það að verkum að við eigum ofta til að festast í hjólförum sem við erum einfaldlega ekki sérstaklega sátt við að vera í. Það hægt að prófa svo margt. Það hægt að prófa íbúasamráð, bæta upplýsingagjöf, vinna betur og meira saman, reynt persónukjör, eflt fjölmiðlalæsi og gagnrýna hugsun, sýnt almenn heilindi, sett fram siðareglur og fylgt þeim jafnvel. Við getum horft til lengri tíma en kjörtímabils, við getum talað saman af virðingu, við getum farið upp úr pólitískum skotgröfum. Við gætum svo ótrúlega margt, sérstaklega ef við þorum að prófa okkur áfram. Við verðum að þora að halda áfram að prófa og leita nýrra og skilvirkari lausna og ég tel að við þurfum ekki að vera svona ofboðslega logandi hrædd við breytingar. Ég tel að við þurfum jákvæðni og hugrekki og kjark og samstöðu nú sem aldrei fyrr. Við þurfum að koma í veg fyrir að ójöfnuður aukist í gegnum kreppuna, vernda viðkvæma hópa sérstaklega og setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang. Á sama tíma ég algjörlega sammála því sem kemur einmitt fram í samstarfssáttmála okkar að við eigum ekki aðeins að pakka í vörn. Við þurfum að blása til sóknar og leita nýskapandi lausna. Ég ofboðslega stolt af því að vera þátttakandi og hluti af þessum hóp sem bæjarstjórn Akureyrarbæjar sem þorir að prófa. Það ekkert víst að það klikki, en ef það gerir það, þá höfðu að minnstakosti hugrekki til að prófa og ég tek undir með bæjarfulltrúa Sóleyju Björk að það þessu virði að leggja sig fram og sjá hvort að við getum gert betur. Almenningur á einfaldlega rétt á því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu og orðið laust. Þar sem fleiri hafa ekki kvatt sér ljós, þá segir þessari umræðu lokið og næsta dagskrá